Í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja: Almáttugri og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgmæddum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allra huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinn og kærleika. Nú við hér saman komin til þess að kveðja Halldóru Gunnarsdóttur. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen.
Nei, þú skalt byrja og bíða, þá blessunum segist. Og róminn farið vekki, og farið viskum sér, sem ásar minni blekki, og mér var kröftur, og ráðið hæsta hlýtur, að hafa framgang sig. Því að einum lítur, og eftir vilja þíns. Þig vantar hvergi veginn, þig vantar aldrei mátt. Þín björg á bregðastein, þig út á einhvern nátt. Þig sarveg niður smalar, þig stöðvar engin sorg. Að yfir þú þér ráðar, vekja og lítið þig sátt í öðrum sérhverjum, og setja burt þitt traust. Að mati víst þess vertu, og verndar efalaust. Að Guð þig viskum þína, þú mætist veita mín. Ég innan sástu skína, úr skýjum sólin mín. Í Davíðssálmum segir: Ég ætíð hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þú munt leiða mig eftir ályktun þinni, og síðan munt þú taka við mér í dýrð. Hvern á ég annars að á himnum? Og hafi ég þig, hirði ég eigi neitt á jörðu. Þótt hold mitt og hjarta tærist, Guð bjarg hjarta míns, og hlutskipti mitt eilífð. Amen. Þinn vantar, og kannski ekkert í, því þú ert hjá mér. Sprottið þitt losnar hugrandi, þú býr mér bort fram fyrir fjörðum þínum. Þú spilur þinn með olíu, ykkar minn varma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér, alla ævikara mína,
Svo ritar pósturinn Páll í Rómverjabréfinu: Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrfti ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss öll. Við skyldi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar, hver sakfellir? Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú drottni úr. Amen. Hvíldardagur var liðinn,
kemur þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Það sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir og steininum frá grafarmunnanum. En þegar það líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret hinn krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðaði heilaga Guðspjall lof sé fyrir Kristus. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Amen.
Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði föður vor og Drottni Jesú Kristi. Amen. Út skæin minn ég ætíð hjá þér, hinar eindægu sólfarna nætur. Því hvar sem ég fer, hvergi fegurra en við fjallana þinna rætur. Þannig orti skáldið Jón Trausti heimabyggð sína, sem sjálfur bjó og skeið í Núpskollu á Melrakkasléttu, en þar bjó einnig lengi Halldóra Gunnarsdóttir sem við kveðjum í dag. Og í Núpskollu sannarlega fagurt að litast í einstæðri náttúru. Og þar átti Halldóra ótal mörg spor og þar kunni hún svo vel við sig og þekkti ánefa hverja þúfu og hvern hól. En dagurinn í dag, laugardagurinn fyrir páska, oft nefndur laugardagurinn kyrri. Þann dag lá Jesús í gröf sinni, en daginn eftir að páskadegi reis hann upp frá dauðum. Páskafrásagan leggur grunn að þeirri hátíð sem við viljum halda á hverju ári og hún hefst á afar lágstemmdum nótum þegar við heyrum nokkrar konur sem vildu sýna hinum látna þyngstu virðingu. Þær vildu heiðra minningu mann sem hafði dáið sem glæpamaður, en jafnvel hann átti sér fólk sem var umhyggju fyrir honum veginn til enda, fólk sem vildi ekki gleyma honum strax. En síðan munum við hvað gerðist, gröfin reyndist tóm og hinn látni reyndist lifandi, og engill drottins mælti við konurnar, þér skuluð eigi óttast, Jesús ekki hér, hann upprisinn eins og hann sagði. Já, undrið mikla hafði gerst og hinn mikli ósigur hafði snúist í sigur. Og þarna gerðist atburður sem svo sannarlega ýtti við heiminum og breytti gangi mála í veraldarsögunni. Jesús var upprisinn frá dauðum, hann mætti vinum sínum og vinkonum eftir dauða sinn, uppörvaði þau og veitti þeim huggun og von. Og vegna upprissu Jesú megum við eiga von þegar við stöndum á þeim vegamótum að kveðja látin ástin. Það ætíð sárt að kveðja hinstu kveðju og það finnið því í dag kæru ástvinir Halldóru Gunnarsdóttur. Hún var elskuð systir og frænka sem ætíð var ekki ljós á vegi. Með henni urðu dagar og stundir betri og bjartar en ella. Hún var elskuleg manneskja sem ætíð miðlaði hinu góða og góðum sjóði hjartasins. Minningin hana vissulega björt og fögur en hjúpuð trega nú á hverju stund. En upprisa frelsarinn segir okkur að dauðinn hefur ekki síðasta orðið og við eigum eiga von endurfundi á landi lífenda. Og þegar við horfumst í augun andlat ástvinnar, megum við þannig horfa dýpra og lengra þar sem elskar Guð skín við okkur, handan við myrkur, grafa og dauða. Ég upprisan og lífið hver sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, segir Jesús. Í ljósi þeirra orða felum við Halldóru Guði á vald, honum sem gerir alla hluti nýja. Halldóra Gunnarsdóttir var fædd á Kúða í Þistilfirði þann 12. desember árið 1940. Hún var dóttir hjónanna Gunnars Valgarðs Kristjánssonar og konu hans Vigdísar Vigfúsdóttur. Halldóra var yngst 11 alsystkina sem á legg komust, en að auki eignuðust hjónin 4 syni sem því miður auðnaðist ekki líf. Eldri en Halldóra voru þau Hilmar, Álfhildur, Kristján, Lára, Guðbjörn Ólafur, Ármann, Vigfús, Júlíana Ingilín, Erla og Ingimundur. En öll þessi systkini nú látin, já Guð blessi minningu þeirra allra. Foreldrar Halldóru eða Dóru eins og hún var oft stunduðu búskap á Kúða hún fæddist og hefur þó búið þar í á annan áratug. En árið eftir fæðingu hennar árið 1941 missti fjölskyldan hins vegar jarðnæði þar og var að flytjast í Svalbarð þar sem faðir hennar stundaði vinnumennsku. En árið 1943 andaðist Vigdís, móðir Halldóru, á barnsförum 44 ára að aldri. Blessuð sé minning hennar. Og ekki þarf að fara mörgum orðum hversu þungt högg þetta var fyrir fjölskylduna og eins og gerðist og gekk á þessum árum var ekki hjá því komist að systkinahópurinn tvístraðist. Halldóra var fyrst hjá föður sínum fyrstum sinn eftir andlát móður sinnar, en síðan ólst hún upp á hinum ýmsu bæjum í Þistilfirði og á Langanesi, þess að vera tíma hjá Álfhildi systur sinni í Núpskollu.
1952 fluttist hún í Vog sunnan við Raufarhöfn með hjónunum Þorsteini Stefánssyni og Jóhönnu Sigfúsdóttur sem áður höfðu búið í Brekknarkoti. Og nokkru eftir það fluttist hún í Kvöldblik á Raufarhöfn til Jónu Hólmfríðar Jónsdóttur sem þar bjó með Birni Egilssyni. Hjá Jónu Hólmfríði átti Halldóra skjól margra ára skeið. Halldóra fermdist í Raufarhafnarkirkju vorið 1959 og má geta þess að ungar stúlkur í þorpinu þá héldu skemmtur í Raufarhafnarbíói það leyti, seldu inn aðgang og nýttu ágóðan til þess að gefa Halldóru í fermingargjöf. Og þannig vildu þær sýna henni umhyggju sína og vináttu í verki. Dóra var fremur lágvaxin og var snögg í hreyfingum, kvik á fæti á þessum árum og muna sumir hann þetta hlaupandi ferða sinna milli húsa á Raufarhöfn. Hún var alltaf mjög barngóð og hændust í börn gjarnan að henni. Og Halldóra hafði þann góða eðliskost að miðla alltaf góðu einu með hlýju dagfaristinu, léttri lugn og eðlislægri góðmennsku. Hún var mikill og sannur vinur vina sinna og var þeim alltaf trygg og fylgdist með gengi þeirra sem best hún gaf. Og Halldóra var alltaf sérstaklega minnisvarða afmælisdaga síns fólks og bar þannig hag þess mjög fyrir brjósti. Og Hallur Þorsteinsson á mjög bjartar minningar Dóru frá Raufarhafnarárum hennar og hann minnist þess hvað var einstaklega barngóð, létt í skapi og jafnvel örlítið stríðin stundum. En árið 1974 fluttist Dóra í Núpsköllum til áfylgdar systur sinnar og Sigurðar Haraldssonar eiginmanns hennar og barna. Og þar var hún sannarlega komin í örugga borg, enda voru þær systur af og nánar og Álfhildur veitti og gaf systur sinna til sanna umhyggju. Í Núpsköllum sinnti Halldóra jafnan ákveðnum verkum og var hann alltaf mikilvægur og órjúfanlegur hluti af fjölskyldunni. Og þá fór hún gjarnan í heimsóknir og stuttar dvalir til síns fólks í Borgir og Krossavík og í Borgir kom hún gjarnan á haustin eða vorin og þá til að aðstoða við söngur og gæta barnanna og höfðu þau afar gaman af því að fá frænku sig í heimsókn. Þegar lausnum gafst hafði hún mikla ánægju af því að grípa í spil. Og Halldóra hafði til að bera sterkan persónuleika og þau mjög hnittin í orðabali og jafnvel stríðin á græskulausum hátt, eins og við gafum hér áðan. Ef hún bað einhver barnanum að færa sig aðeins, sagði hann kannski, nú ertu stórlega fyrir mér. Og ef einhver þeirra létu hjarta í spili, sagði hún, nú ertu hjartanleg eða hjartanlegur. Þá gat hún líka sagt sína meiningu óumhyggjað ef svo var undir, en alltaf og oft hnittin í því sem hún sagði. Já, hún elskaði sitt fólk af heilu hjarta og var því alltaf góð. Þannig var hún elskuð af sínu fólki og mikil uppáhaldsfrænka barnanna og vinsæl af þeim sem henni kynntust. Og systkinaböndin muna vel að hún passaði alltaf upp og þau myndu þvo sér vel hendurnar. Því að hreinlæti og snyrtimennska voru henni í blóðvorin, henni Halldóru. En Álfhildur systir hennar lést þann 5. ágúst árið 2003 og vissulega var það mikill missir fyrir Dóru að missa sína helstu stoð og styrktu margar undangengina áratuga. Dóra brást þó við af miklu æðruleysi og hélt ótrauð veginn áfram. Hún fluttist þá til Vigdísar Valgerðar systurdóttur sinnar í Borgir sem þar bjó ásamt eiginmanni sínum Eiríki Kristjánssyni og fjölskyldu. En Vigdís lést þann 29. nóvember árið 2022. Missir hennar var sömuleiðis mikið áfall fyrir Halldóru. Já, blessuð sé minning þeirra mæðna, Álfhildar og Vigdísar. En rúmum 2 árum eftir að Dóra fluttist í Borgir, eða í ársbyrjun 2006, fluttist Halldóra á dvalarheimili Naust hér á Þórshöfn. Þar naut hún mjög góðrar umönnunar og líkaði henni vistin þar vel. Hún hafði gjarnan eitthvað hlutverk með höndum og hafði gjarnan þann hátt á að styðja vel við bakið á tiltekinni heimilismannesku á hverjum tíma og reyndi hún með ýmsu móti að létta undir með starfsfólkinu í störfum þess og þannig gerði hún án efa heilmikið gagn. Og
Starfsfólkið skynjaði ekki síður þá hlýju og elsku og þann góða hug sem hún bar til þess. Og Nausti gaf Halldóra stundað ýmsa tómstundaiðju eins og að mála, þræða perlur á band og föndra og vinna ýmiss konar handavinnu. Árin færðust yfir og Halldóra naut allgóðrar heilsu lengi vel, þótt nokkuð hallaði undan fæti hjá henni á COVID-tímabilinu þegar félagsleg örvun minnkaði mjög mikið og eins fann hann til þess að missa vini og samferðafólk og ættingja yfir móðuna miklu. Og við það má segja að andlegur þróttur hennar hafi nokkuð minnkað eins og eðlilegt er. En upp úr miðjum mars síðastliðnum fékk Halldóra skyndilega blóðtappa og var flutt til Akureyrar og fljótlega kom í ljós að ekki var hægt að ræða það við afleiðingar þess áfalls og kom þá á daginn að hinstirsvefninn var nærri því að hníga af. Meðan á sjúkrahúsgöngunni stóð fékk hún fjölda heimsókna frá starfsfólkinu á Naustígarðafossum sem þannig tjáðu henni væntumþykju sína og þann kærleika sem þau báru til. En Halldóra lést á sjúkrahúsi Akureyrar þann 10. apríl síðastliðinn umvafin ást og velsku síns fólks sem vakti yfir henni trúfastlega til hinstu stundar. Hinn vísi predikari segir: moldin hverfur til jarðarinnar þaðan sem hún kom, en andinn til Guðs sem gaf henni. Og á hverri stundu sem rödd af himnum segir: gott þú góða og trúa þerna, gafti til fagnaðar hennar þins. Við þökkum Guði fyrir líf Halldóru, allt það góða sem hún gerði og allt það sem hún var sínu fólki. Því hún hvern í einlægri virðingu og djúpri þökk og með einlægum kærleika. Og ástvinir Dóru vilja koma á framfæri innilegu þakklæti til starfsfólksins á Nausti fyrir góða umönnun og elsku sem við gat Halldóru sem og til starfsfólks á lyfjadeild sjúkrahússins á Akureyri fyrir góða umönnun síðustu vikurnar í lífi hennar. Og sem þakklæti fyrir auðsyndarsamúð og hlýju kirkjugestum boðað þykir kaffiveitingar í safnaðarheimilunum af athöfn lokinni. En Dóra verður síðan lögð til hinstu hvíldar að snartastöðum. Innilegar kveðjur eru frá þeim Ragnheiði Jónsdóttur og Elínu Ingólfsdóttur á Selfossi og innilegar samúðarkveðjur eru frá þeim Kristbjörgu, Silvíu, Jónu Höllu, Ólöfu og Ástu Hallstækku. Og starfsfólk og íbúar á Nausti biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur til aðstandenda Halldóru og með kæru þakklæti fyrir langa samfið og þau vilja ítreka sérstakar saknaðarkveðjur vegna þess hvað þeim þótti sérstaklega vænt hann. Þau vilja koma á framfæri sérstökum saknaðarkveðjum. Og Eydís Ingimundardóttir og fjölskylda hennar í Danmörku biðja fyrir kærar kveðjur og Kristín Ingimundardóttir biður sömuleiðis fyrir innilegar kveðjur og ástarkveðjur eru frá Eiríki Inga Álfhildarsyni og Klöru Kristmundsdóttur og þau Jóhann Hilmarsson og Guðrún Magnúsdóttir biðja fyrir hugheilar kveðjur sínar og innilegar samúðarkveðjur eru frá Kristjáni Eiríkssyni frá Borgum og Jóhanna Álfhildardóttir biður fyrir innilegar kveðjur og þakkar fyrir alla spilamennskuna í gegnum tíðina. Og þau Agnar, Andrea og börn biðja fyrir kveðjur til aðstandenda og minnast Dóru með þakklæti fyrir allt og allt. Já, blessuð sé minning Halldóru Gunnarsdóttur, megi hún hvíla í friði og megi ljósins uppreisna drottins lýsa henni aldur. Guð blessi ykkur öll ástvini hennar og þau sem líf hennar var tengt ástúðarböndum. Amen. Langar
Guð, Faðir í himnaríki, miskunnarðu oss. Guð, Sonur og lausnari heimsins, miskunnarðu oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunnarðu oss. Nú lætur þú drottinn þernu þína í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa sett hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líka. Ljós til opinberunar heiliggjum og til vegsemdar þínum útvalda líf. Ágætu vinir, við skulum sameinast í bæn, almáttugir Guð. Ég þökkum þér sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir þá vor eilífs lífs sem þú hefur endurfært oss til, fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lítil náð til Halldóru Gunnarsdóttur sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og í dauða. Varðveik oss í trúnni á því að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurvist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Æsku minnar leiðir var
Og allar bænir voru eru verið þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og byrjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í Kristi, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríki, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ágætu vinir, við skulum rísa í sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur rísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði, Drottinn mun gefi dáðum ró, en hinum líknar lífa. Amen. Meðtakið blessun Drottins, Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjón rísa yfir þig og sé þér náður, Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.